Allar lífverur eru gerðar úr frumum. Lífverur annarkvort fjölfruma úr mörgum frumum eins og við, eða einfruma úr einni frumu eins og til dæmis bakteríur, sumir sveppir, frumdýr og fleiri. Líkaminn okkar, við erum fjölfruma lífverur, gerð úr mörgum frumum, allur gerður úr frumum eða einhverju sem gert af frumum. Hárið okkar, neglurnar eru gerðar af frumum, en allt hitt eru meira og minna frumur. Frumur eru tvenns konar, við erum með drefkjörnunga og svo heilkjörnunga. Drefkjörnungar eru bakteríur, ekki með frumukjarna, ekki frumulíffæri eða neitt svoleiðis. Við erum heilkjörnungar eins og allar aðrar lífverur aðrar en bakteríur. Ég ætla að teikna upp fyrir ykkur tvær mismunandi gerðir af heilkjarnafrumum. Þegar við teiknum frumu þá teiknum við þetta oft eins og spælegg. Þetta spælegg? Getur þetta verið eitthvað annað? Já, alveg mögulega. Spælegg lítur náttúrulega ekkert endilega svona út. Ef við horfum á það frá hlið eða einhver öðru sjónarhorni þá lítur það ekkert svona út. En ef ég ætlaði að teikna skýringamynd, útskýra, þetta hvítan, þetta rauðan, þá væri þetta mjög skýringamynd af spælegg, það ekki? Og það svolítið að sama með frumuna. Fruma lítur ekkert svona út, heldur þetta skýringamynd. Hvernig, hvaða atriði eru hérna og eitthvað hvernig raðast þetta saman. Það sem utan frumuna frumuhimnan. Hún heldur frumunni pínlítið saman, ákveðið stoðkerfi inni líka, hjálpar til við það. Og hún stjórnar flutningi efna inn og út. Sum efni eins og vatn, sum sölt og svona minni efni fara eiginlega sjálfkrafa inn í gegn á meðan að önnur, stærri sameindir, svo til dæmis sykur og önnur næringarefni, eru flutt í gegn af ákveðnum próteinum sem liggja í frumuhimnunni. Það sem fyrir innan frumuhimnuna en fyrir utan þetta hérna í miðjunni, sérst allt bilið hérna á milli, hérna kallað fremi. Síðan erum við með hérna fyrir innan það sem við kallum kjarni. Kjarnin stjórnstöð frumunar, þaðan henni stýrt. Utan kjarnan kjarnahimna. Hún götótt, af því að það þarf RNA að komast út RNA svolítið eins og ljósið, því að DNA hérna inn í miðjunni, það fer aldrei neitt, en það tekin ljósið af því sem fara út í umfrimi, það sem inni með það, út þessi litlu göt. Hérna inni eru frumulíffæri sem yfirleitt miklu fleiri, þau eru 46 hjá okkur, ég ætla ekki að teikna 46, sem heita litningar, og litningarnir eru DNA-þræðir. Það uppskriftin af hvernig líkaminn okkar lítur út, hvernig líkaminn okkar starfar. Í umfreminu, hérna í kring, alls konar frumulíffæri. Hér frumulíffæri sem kallað hvatberi. Hvatberinn orkuver frumunar, tekur matinn, sérstaklega sykurinn, og brennir honum með ferli sem heitir frumuöndun og býr til orku, býr til einingar sem kallar ATP, sem eru einingar sem líkaminn getur nýtt til þess að gera eitthvað annað. Þetta í raun bara orkuver frumunar. Vöðvafrumur eru með haug af hvatberum, af því að þær þurfa mikla orku. Húðfrumur sem þurfa ekki eins mikla orku ekki með eins marga, en ég teikna bara einn, en þeir eru miklu fleiri. Það hins vegar alltaf bara einn kjarni. Safabóla bara geymslustaður. Geymir vökva, næringarefni, úrgangsefni og ýmislegt fleira. Síðan erum við með það sem við kallum fremisnet. Og ríbósóm. Ríbósómin ýmist laus eða á fremisnetinu. Ríbósómin taka upplýsingar frá DNA-inu hvaða amínósýrur á að raða saman til þess að búa til prótein. Þannig að ríbósómin búa til prótein.
Frymisnetið tekur svo við prótínunum, flytur þau til og pakkar þeim saman þannig að þau virki. Og við erum með það sem er kallað svona óslétta frymisnetið, þessi ríbósómin er á, og svo slétta frymisnetið, það sem þau eru ekki. Síðan erum við með eitthvað sem við köllum leysikorn. Leysikornin taka þátt í niðurbrot á efnum, til dæmis úrgangsefnum, taka pingulítið þátt í meltingu og fleira. En þetta eru svona það sem er. Flest af þessu, það er mikið af þessu. Þegar við förum að tekna plöntufrumu, þá eru flest atriði svipuð, nema við byrjum allt öðruvísi. Sjáðu. Plöntufruma er nefnilega með frumuvegg fyrir utan frumuhimnuna. Þetta er frumuhimnan eins og hér, en fyrir utan er frumuveggur. Safabólan hér er ein stór, yfirleitt margar litlar hérna megin, og hún er í miðjunni. Og safabólan í plöntufrumu, hún hjálpar til við að halda plöntun uppi. Því hvað gerist ef að plöntur fá ekki vatn? Jú, þær limpast niður. Af því að þá vantar þrýsting hérna inni. Safabólan með vatni þrýstir út á móti frumuvegnum, saman myndar þetta styrk til að halda plöntun uppi. Ef það vantar þrýstingin í miðjunni, þá vill þetta leka niður. Kjarnin hérna er ekki í miðjunni, því að safabólan er í miðjunni, heldur er kjarnin einhvers staðar út til hliðar. En við erum með hérna það sama, þetta er kjarni og kjarnahimna. Og við erum með litninga í miðjunni sem eru DNA þræðir. Við erum áfram með hvatbera. Ástæðan fyrir því að tekna hvatberana svona er að þeir eru í raun tvær himnur. Innri himnan er stærri, það er svona krumpóstunall til þess að fá meira yfirborð. Því að þegar það er verið að brenna matnum þá er verið að senda efni í gegnum þessa himnu, eftir því sem hún er stærri, að þá er þetta að gera meira. En þetta er sama orkuverið. Hérna er líka frymisnet með ríbósómum. Og það sér það sama. Búa til prótein, flytja þau og pakka þeim saman. Hér er hins vegar annað fyrirbæri sem að eru grænukorn. Grænukornin voru ekki hérna megin. Grænukorn eru bara í plöntum. Þetta er plöntufruma. Grænukorn sjá ljóstillífun. Ljóstillífun, þá er tekið koltvíoxíð og vatn. Koltvíoxíð sem er bara lofttegund og vatn úr jörðinni, tekið upp með rótunum. Og búin til úr því sykur með orku frá sólinni. Þetta ferli kallast ljóstillífun. Svona verður til all orka sem allar lífverur á jörðinni nota til þess að vaxa og lifa. Líka við. Þannig að það eru grænukornin. Við erum ekki með svoleiðis. Þess vegna þurfum við að borða aðrar lífverur. Hér eru ekki leysikorn, sjáðu. Þannig að það sem er ólíkt er, hér eru grænukorn, hér eru leysikorn. Það geta verið leysikorn hérna, þau eru það yfirleitt ekki. Ein stór safabóla, hérna eru margar litlar, þó ég tegni bara eina. Og hér er frumuveggur sem er ekki hérna megin. Þetta er dýrafruma. Þetta er plöntufruma. Og það skiptir máli að átta sig pínlítið á hvernig virkar þetta og hver er munurinn á þessu.